Komið þau sæl, börnin góð. Mér langar til að segja ykkur sögu af upphafi trúarinnar. Sumir ykkar hafi eflaust heyrt hana, en nú langar mér til að segja ykkur þetta svona svolítið nánar. Nú fyrst þá ætla ég að segja ykkur frá manni sem hét Sheikh Ahmad og hann bjó yfir miklu leyndarmáli. Og nú skulum bara heyra. Fyrir mörgum árum bjó maður í Persíu sem hafði komist að dásamlegu leyndarmáli. Þið haldið kannski að það hafi ekki verið neitt leyndarmál. Þar það stóð skrifað í bók sem allir gátu lesið. En þeir sem lásu það skildu raunar ekki alveg hvað það þýddi. Sheikh Ahmad, hann skildi það, af því að hann hafði hugsað svo mikið efni bókarinnar og beðist fyrir til að öðlast skilning. Leyndarmálið sem hann uppgötvaði gerði hann svo hamingjusaman að hann langaði til að segja öllum frá því. Langar ykkur til að þekkja leyndarmálið? Já, datt mér ekki í hug. Nú, í bókinni sem heitir Kóraninn var sagt að Guð myndi senda nýjan kennara í heiminn, mikinn kennara, eins og Jesús og Muhammad. Við vitum sáralítið Guð vegna þess að hann okkur svo miklu meiri og svo dásamlegur. Við erum stundum svo upptekin af að hugsa okkur sjálf og skemmta okkur að við hugsum ekki einu sinni Guð. Við gleymum því að við værum jafnvel ekki til hefði hann ekki gefið okkur líf. Þess vegna sendir hann öðru hverju einn þessara guðlugu kennara til jarðarinnar til að minna fólkið á sig. Þessir kennarar eru eins og hann og þeir sýna okkur hvernig hann vill að við lifum lífinu. Einn þessara kennara var Jesús. Sumir þekkja hann og lesum hann í Biblíunni. Nú aðrir vita meira Muhammad og lesum hann í Kóraninum. Og það var einmitt í Kóraninum sem Muhammad opinberaði fyrir langa löngu sem Sheikh Ahmad las nýja kennaran sem kom átti. Hann var kallaður hinn fyrirheitni vegna þess að Guð hefði heitið því að hann kæmi. Aðrir sem lásu hinn fyrirheitni í Kóraninum vissu að hann átt að koma, en sá var munurinn á þeim og Sheikh Ahmad að þegar hann las þessi orð var hann þess fullviss að tími hins fyrirheitna væri alveg að hefjast. En hinir héldu að hann kæmi ekki fyrir eftir langan tíma. Þegar Sheikh Ahmad las þessi orð fannst honum sem hinn fyrirheitni væri þegar á jörðinni. Hann vissi að hann varð að fara af stað til að leita hans og segja öðru fólki frá honum. Það sjálfsögðu myndi alla langa til að heyra hann. Nú, en til að gera þetta var hann að yfirgefa heimili sitt og fjölskyldu og ferðast landið þvert og endilangt. Í þá daga voru engir símar, útvörp eða dagblöð, að sjálfsögðu voru heldur engar flugvélar. Því var það svo að ef einhvern langaði til að segja fólki frá einhverju sem hann vissi, var hann að fara og hitta það sjálfur. Hugsum okkur að við séum að fara með Sheikh Ahmad í ferðalagið. Getið ímyndið ykkur það? Jæja. Nú, við myndum þurfa að ganga mikinn hluta leiðarinnar, nú eða ríða á hesti eða asna. Á nóttinni gætum við ekki farið á þægilegt hótel til að fá mat og gistingu, því þá var ekki til nein hótel eins og við þekkjum núna. Þá voru aðeins til sæluhús sem okkur fyndist nú ekki sérstaklega þægileg. En Sheikh Ahmad var sama þótt hann legði á sig dálítil óþægindi, því hann vissi að hann var að gera það
sem Guð vildi að hann gerði. Hann var svo hamingjusamur að fólk vildi vita hvað hann vissi. Hvar sem hann fór kom það í stórum hópum til að heyra hann tala hinn fyrirheitna sem átt að koma. Sheikh Ahmad las fyrir það úr Kóraninum. Vegna þess að þótt þetta væri fullorðið fólk, kunni margt að því ekki að lesa. Þetta fólk hafði nefnilega ekki samskonar skóla og við höfum. Að lestrinu loknum talaði hann hinn fyrirheitna og hvernig væri hægt að þekkja hann þegar hann kæmi. Fréttir af Sheikh Ahmad bárust allt landið og keisarinn, sem var einvaldur í landinu, bauð honum í heimsókn til sín. Þetta var til þess að margir urðu afbrýðisamir og hvöttu vini sín og frændfólk sitt til að hlusta ekki á Sheikh Ahmad. Þeir reyndu að rífast við hann og fá hann rekinn út úr borgum sínum. En haldið þið að Sheikh Ahmad hafi látið þetta hindra sig í að segja þessi miklu tíðindi? Nei, ekki eitt augnablik. Margir trúðu honum og fylgdu honum hvert sem hann fór, svo þeir geti heyrt meira hinn fyrirheitna. Þeir vissu að hann myndi vera dásamlegu maður. Þeir vissu líka að hann myndi elska alla. Hann myndi vera góður og hjálpa öllum sem þyrftu á hjálp hans að halda. Og hvað þeir hljóta hafa þráð að finna hann. Þegar Sheikh Ahmad hafði ferðast hann í mörg ár, vissi hann að hann hafði lokið því verki sem Guð hafði ætlað honum. Aðrir yrðu nú að halda áfram starfinu sem hann hafði byrjað á. Hann boðaði því Syed Kasim, sinn kæra vin, á sinn fund. Hann bað hann að ferðast í sinn stað og segja fólki frá hinum fyrirheitna. Syed Kasim lofaði að gera þetta, því hann vildi ekki síður en Sheikh Ahmad að allir fengju að heyra þessi dásamlegu tíðindi. Og ef til vill fengi hann sjálfur að sjá hinn fyrirheitna eitt góðan veðurdag.